En systurmissirinn, hafskipsmálið og árin í Rússlandi eru örlagavaldar í lífi hans. Við skulum sjá nærmynd af Björgólfi Thor, einum umdeildasta manni landsins. Thor Björgólfsson, betur þekktur sem Björgólfur yngri, fæddist 19. mars árið 1967. Hann er sonur Margrétar Þóru Hallgrímsson og Björgólfs Guðmundssonar og á 3 systkini á lífi. Ég held að það sé nú sennilega svona 3 stórir áhrifavaldar í hans lífi sem gerir hann svona svolítið það sem hann er. Fyrst og fremst þá held ég að það sé að hann missi systur sína, 89, sem var mjög kær honum. Hann er mikið fjölskyldumaður og þetta var mjög mikið áfall fyrir hann og fjölskylduna. Og svo er það náttúrulega líka hafskipsmálið. Það hefur alveg pottþétt stappað í hann svolítið stálinu um að verða að einhverju og láta ekki yfir sig vaða. Og ég held að það síðan drífur hann til Rússlands þar sem að lífið var nú ekki auðvelt. Eiginkona Björgólfs er Kristín Ólafsdóttir, menntuð í alþjóðasamskiptum og kvikmyndaframleiðandi. Hann hefur meira og minna búið erlendis frá því að hann 20 og eru þau hjónin nú búsett í London ásamt 2 sonum sínum. Annar er 4 ára og hinn nýfæddur. Það er erfiðara að ná í hann núna. Við segjum að hann sé á enskunni á diaper duty. Hann er að sjá bleiðnar núna þessar vikurnar. En hann passa sig líka að hugsa fyrirtæki en hún finnst rosalega gaman af sonunum sínum 2 og fjölskyldunum. Björgólfur Thor er fyrsti milljarðamæringur Íslands í dollarum talið og komst inn á lista Forbes yfir ríkustu menn heims árið 2003. Hann er enn á listanum þrátt fyrir mikið eignatap og nú síðast voru eignir hans metnar á $1 milljarð eða 113 milljarða króna. Hann á ekki langt að sækja ríkidæmið en langafi hans, Thor Jensen, var ríkasti Íslendingurinn aldamótin 1900. Já, innan við er hann mjög opinn og skemmtilegur. Hann er mjög skemmtilegur í góðra vina hópi. Kannski fyrir almenning þá sér almenningur ekki þessa hlið á honum. Hann er þessi harði businessmaður út af við. Björgólfur ólst upp í Vesturbænum og gekk í Melaskóla og síðar Hagaskóla. Eftir það lá leið hans í Verslunarskólann en það var á þeim tíma sem málaferli í hafskipamálinu stóðu sem hæst. Ég klára því að þetta hefur haft miklu meira áhrif á hann þá heldur en við kannski gerum okkur grein fyrir. Í dag náttúrulega förum við reglulega á skíði, við förum á mótorhjól og hann er mikið svona líkamsrækt og hreyfir sig mikið. Að loknu stúdentsprófi lá leið hans í nám til Bandaríkjanna, nánar tiltekið UCLA í San Diego, þar sem hann hóf námið. Síðar færði hann sig yfir í New York University, þar sem hann lauk prófi í fjármálafræðum árið 91. Eftir það kom Björgólfur aftur til Íslands og stimplaði sér rækilega í samkvæmislíf Reykjavíkur, með rekstri sínum á Hótel Borg á árunum 91-92 og Tunglinu árið síðar. Það gengið mjög vel. Það var allavega fínt að hjá sem vinnan, maður komst alltaf inn fyrst og svona. Björgólfur var markas- og sölustjóri hjá Viking Brugg í 2 ár, en hann var fljótt komið með annað fótinn inn í Rússland þar sem hann hóf að starfa við gosdrykkjaframleiðslu. Eftir að hafa náð yfirráðum yfir framleiðslunni ásamt föður sínum og Magnúsi Þorsteinsinni, en það þríeyki hefur verið kallað Samson-hópurinn, og að lokum selt gosdrykkjaframleiðsluna til Pepsi, hófu þeir að líta hýrum augum til bjórframleiðslu. Þeir reistu Hellerina bryggverksmiðju í Rússlandi og var bjórinn sem þeir seldu fljótt eitt sem vinsælast í landinu. Að lokum seldu þeir bjórverksmiðjuna til Heineken fyrir 40 milljarða króna á þáverandi gengi. Þetta var upphæð sem hafði ekki heyrst áður í atvinnulífinu á Íslandi. Hann hefur verið talinn mjög snjall samningamaður. Þar hefur hann verið mjög ögrandi, hefur mér verið sagt í samningagerð. Þetta er frægt þegar að hann var að semja við hollenska risan Heineken út af söluna á Bravo-verksmiðjunni í Rússlandi. Hann var í rauninni alveg tilbúinn til að spenna bogann þar eins hátt og hægt var. Mér er sagt að hann hafi tekið félaga sína algjörlega á taugum. Eftir Rússlandi í rauninni var hann orðinn gríðarlega efnaður og við gerðum okkur ekkert grein fyrir því. Og á þeim árum hann leyfði sér ekkert neitt umfram það sem aðrir voru að gera. Hann var alveg oft blankur á veitingastæði eins og við hinni þannig að hann var ekkert að flíka auðnu þó að hann var þarna á bakvið. Seinni ár hefur hann leyft sér meira. Björgólfur eyddi 10 árum ævi sinnar í Pétursborg en samhliða rekstri í Rússlandi hóf hann fjárfestingar í lyfjaiðnaði. Eftir sölu bjórverksmiðjunnar fór hann að líta í kringum sig sem alþjóðlegu fjárfestir og keypti meðal annars hlut í stóru búlgörsku lyfjafyrirtæki.
Björgólfur Thor, sem hluti af Samson-hópnum, keypti einnig helmingshlut í Landsbankanum árið 2002 eins og kunnugt er. Í gegnum árin hefur Björgólfur farið fyrir stjórnum margra félaga, svo sem Actavis og Straums. Hann harður húsbóndi, hann gerir mikla kröfur en hann gerir líka mikla kröfur til sjálfsins. Björgólfur aðaleigandi Novator sem var stofnað árið 2004 og í gegnum það félag hefur hann fjárfest allan heim, í lyfjaiðnaði, fjarskiptafyrirtækjum og fasteignum. Áhuga sinn og sérþekkingu á Austur-Evrópu nýtti hann til að taka þátt í einkavæðingarbylgju símafyrirtækja á þeim slóðum á árunum 2002 til 2004. Hann búinn að greiða 10 milljarða á samningum við austur-evrópsk símafyrirtæki. Helsti galli Björgólfs aðalega hann er stundum of mikill frumkvöðl. Við erum að keyra business í lyfjabransanum og þú þarft að taka hvert skref fyrir sig. En það sem hann sér svo langt fram í tíman að hann yfirleitt að hugsa skref 5 þegar við hinn erum að reyna að vinna í skrefi 1 og hann bara gleymir hreinlega hvað þarf að gera í byrjun til þess að ná endalokunum. Björgólfur hefur einnig komið við sögu í listaheiminum, en hann hefur styrkt ýmsa unga listamenn og stóð á bak við Rómeó og Júlíu-ævintýrið í London. Þá hefur hann ásamt eiginkonu sinni stutt við framleiðslu ýmissa kvikmynda. Ég náttúrulega sem segir búin að tekja hann í 30 ár og hann hefur í raun aldrei brugðist mér sem vinnur. Hann mjög heiðarlegur maður og mjög svo sem líka ákveðinn. Hann veit hvað hann vill, mjög tilfinninganæmur og ríkur. Ég veit að Björgi líka mjög ákveðinn. Hann stefnufastur og ef hann fær hugmynd á framkvæmir hana. Hann ekki einn af þeim sem fær hugmynd og svo það bara gott. Hann klárar og framkvæmir og ég held að það sé svona einn af hans kostum og það sem hefur kannski komið á þangað sem hann í dag. Björgólfur hefur nú tapað miklum fjármunum á fjárfestingum í íslenskum fyrirtækjum, meðal annars vegna eignarhlutar í Landsbankanum og Straumi sem ríkið hefur tekið yfir. Ég held hins vegar hans mestu mistök sem fjárfestis séu þetta þau að hann keypti Actavis og yfirtók Actavis á hápunkti bólunar árið 2007. Ég viss það að hann sér eftir þeim samningi. Verðmæti annarra eigna hans hafa einnig rýrnað mikið á síðustu mánuðum, enda stórfjárfestar á erlendum mörkuðum sem hafa hrunið allt í kringum hann. Mikilvægastu eignir Björgólfs Thors í dag eru 80% hlutur í Actavis og 25% hlutur í pólska símafélaginu Play. Svona loka sprettinum hér áður en bankarnir féllu. Ég fannst hann ekki koma vel út með þetta að fjármálaeftirlitið breska hefur verið tilbúið til að kaupa eða taka yfir Icesave. Það búið að gera dauðaleit í öllum skúffum og öllum hyslum og leita allsstaðar að einhverjum orðum þetta og það finnst ekki nokkur skapaður hlutur. En hvað réttmætt með þessa dómin yfir öllum útrásarvíkingunum? Ég tel auðvitað að það hefur komið í ljós að þeir fjárfestu auðvitað mjög glæfralega. Þeir voru mjög tóku mikla áhættu í fjárfestingum og svona eftir að hyggja þá sér maður að það var auðsið auðvitað í þá fé álu bankana og erlendra bankar líka. Á laugardag fyrir hálfum mánuði að við vorum með símafund klukkan 10 á laugardagsmorgni og vorum að fara yfir nokkur atrið og síðan allt í einu stoppar Björgólfur og kallar upp yfir sig ekki poti í svínin og þetta passaði nú ekki alveg inn í það sem við vorum að tala í lyfjabransanum að við ætluðum ekkert að fara að poti í negin svín en þá var hann komið með eldri son sinn í svona húsdýragarð í Bretlandi og var að reyna að gera 20 í einu eins og við reynum öll að gera. Annars vegar að passa soninn að hann væri ekki að poti í svínin á vitlausum stöðum og hins vegar að reyna að stjórna stóru fyrirtæki. Já, og þannig var sagan af Björgólfi Thor og þá maður þess geta að það var Sigríður Mogensen sem tók saman fréttamaður.